Verið velkomin í enska málfræði með Ödda, þá það næst óreglulegar sagnir í þátíð. Gangið vel. Eins og nafnið óreglulegar sagnir gefur til kynna, það þýðir það að það engin regla hvernig þessar sagnir mynda þátíð. Þær eru hins vegar mjög algengar í ensku og það sem gerir þær óreglulegar að þær mynda ekki þátíð með endingunni ed eins og reglulegar sagnir gera. Það þýðir að þær þarf að læra hverja fyrir sig. Það að þurfa að læra óreglulegu sagnirnar kallar á að við þurfum hjálpatæki. Til dæmis töfluna sem í lesbókinni á blaðsíðum 128 til 130. Það mynd af henni hérna hjá okkur. Fyrir utan dálkin hér sem einfallega íslensku orðin, þá inniheldur hún 3 dálka. Fyrsta lagi nafnháttinn sem grunnmynd sagnarinnar og við finnum með því að setja orðið to fyrir framan, dæmi to be. Annar dálkurinn þátíðardálkurinn og það dálkurinn sem við erum að fjalla í þessu atriði. Síðan kemur lýsingarháttur þátíðar eða svokölluð þriðja mynd sem þú munt nota síðar. Þátíðardálkurinn sem sagt sú mynd sem þú notar þegar þú ætlar að mynda þátíð af þessum óreglulegu sögnum. Hér sjáum við nokkur dæmi hvernig óreglulega sagnir mynda þátíð. Fyrsta dæmið, The Vasa ship sank on its first trip. Þetta sögnin to sink og ef hún væri regluleg þá myndi maður segja synced. En þar sem hún óregluleg þá myndar hún þátíðina sank. Annað dæmi, We saw her in town yesterday. Þarna sögnin to see. Væri hún regluleg þá myndum við bara bæta de fyrir aftan. En þar sem hún óregluleg þá gerum við það ekki. We went to Spain last summer. Þetta sögnin to go og þátíðarmyndin ekki eins og lík grunnmyndinni. Lucas bought, en ekki buyed, healthy food for his dog. Sögnin to buy myndar þátíðina bought. The police put, en ekki putted, the thief in prison. Sögnin to put svo skemmtileg að hún eins í öllum 3 myndunum. Þá tiltölulega einfalt the bottom line. Í þessum hluta, óreglulegar sagnir þarf að læra hverja fyrir sig og það getur margborgað sig að gefa sér tíma til þess. Þangað til næst.